Heyrið í mér? Já. Sko, heyrið í okkur ef við stöndum bara svona nálægt mæknum. Erum að kekka eitthvað upp? Já. Ok. Þá stöndum við bara saman og nálægt. Það er bara, já, velkomin á þessa kynningu. Gaman að sjá hvað þið mörg mætt. Við ætlum bara að ríða á aðið og byrja að kynna okkur til leiks. Ég heiti sem sagt Þorsteinn Jóhannsson og er fæddur og uppalinn í Svínafelli í Öræfum. Þannig að bara sveitastrákur í húð og hár. Ég er að læra sjúkraþjálfun og er einmitt að útskrifast núna í sumar. Þannig að ef ykkur vantar sjúkraþjálfa þá bara heyrið þið mér í haust. Svo starfa ég sem ljósmyndari og minn íþróttagrunnur er úr fótbolta. Svona fyrir utan bara að sveita fjöllin heima og svona, já, almennt sveitastörf. En þetta er bara svona smá yfirferð á hver hlauparinn Þorsteinn er. Og ég heiti Andrea Guðmundsdóttir og elst upp í Árbænum. Ég er í Noregi fyrstu 5 árin en hef svo verið í Árbænum síðan þá. Ég útskrifaðist með BS í læknisfræði í fyrra og já, mér finnst mjög gaman að skrifa núna atvinnu hlaupari. Það er svona varin að vera veruleika. Ég er ennþá að minna svona segja það núna, bara svona ennþá að syngja inn að það sé bara raunin sem það er mjög gaman. En áður en ég fór í hlaupin hefði ég heimleika fótbolta og tennis, sem er svona minn grunnur. Það er alveg gaman að segja frá því að sko, við getum alveg sagt frá því að við erum að endurnýta þessar glærur en við þurftum að breyta úr langar að vera atvinnuhlaupari yfir í atvinnuhlaupari. Það er stór breyting á þessar glærur. Já, okkur langaði svolítið að fara yfir það bara að langhlaup eru langhlaup og hvað þau gefa okkur. Þetta er alveg svona, þú veist, það er margt augljóst við hvað hlaup gefa mann. Mér finnst til dæmis frábært að fara út í náttúruna. Þú veist, þú ert hérna að fá að upplifa fallega stíga, fallega náttúru með góðum vinum og það er bara einhvern veginn svo miklu meira heldur en að, hvað maður segja, fara á æfingu eða eitthvað þannig. Þetta er miklu meira bara svona lífstíl. Já, maður fær rosalega orku úr því að vera með fólkinu sínu út í náttúrunni. Bæta einhverju við að döða, þetta er bara svona... Hvað, það gefur manni mikið og líka bara, hvað maður elskar við hlaupum, en þetta er svo mikið bara það sem þú setur inn færðu út en á saman tíma þarf það að vera svo þolinmóður. Þetta er langhlaup, þú getur ekki bara, þú veist, það er allt inn að hlaupa ógeðslega mikið því þá er náttúrulega bara að kenna í baki að það meiðist. Það bara, en já, svo geggjað að setja sér, þú veist, það er svo auðvitað að setja sér markmið sama hvort það sé að taka þátt í einhverju hlaupi eða bara að setja sér markmið að hlaupa 2 eða 3 í hverju viku. Og bara það sem þú setur inn er það sem að þú færð út og minnst það er svona mjög heillandi við hlaupin líka. Einmitt, og það er mjög mikilvægt að setja sér markmið og það getur verið markmið að fara að vinna eitthvað hlaup eða að klára á okkur x tíma, eitthvað svona mjög mælanlegt en það getur líka verið eins og Andrea var að segja, bara fara 2 út að hlaupa í næstu viku eða í þessu mánuði ætla ég að æfa 2 sinnum í viku, allar vikur mánaðarins, eitthvað svoleiðis, bara svona hafa eitthvað að stefna á og oft leiðir þetta að einhverju stóru markmiði sem er kannski eitthvað keppnislaup eða einhver ferð eða eitthvað svoleiðis. Það er svona gott að, hvað maður segja, smætta stóra markmiði niður í lítil markmið. Mjög mikilvægt. Og það komum við náttúrulega að því að ferðalagi sjálft er oftast langskemmtilegasti parturinn. Þú veist, þið eru öll hérna örugglega búin að vera að æfa bara auðvitað í allan vetur en líka örugglega bara í mörg ár. Og til þess að byggja ykkur upp að einhverju eins og hlaupin á morgun. Þannig að við erum samt ekki fastur á því hvernig hlaupið sjálft mun ganga. Ég er undirbúin fyrir maraþon núna og ég fann svona eitt tímabil sem ég var alltaf fókusinn bara ég verð að ná markmiðinu og þá var bara stressað fyrir hverja einstu æfingu og ég verð að ná þessum splittum og eitthvað. En bara að minna sig á að þú veist, maður er að gera þetta þegar maður finnst þetta gaman og ef maður líður vel og finnst þetta gaman þá ganga æfingarnar betur og þá gengur keppnin líka svo betur bara. Þannig já, muna njóta ferðalagsins og allt sem maður fylgir því í stað fyrir að vera að stressa sig bara á einhverjum tímamarkmiði eða einhverju einu hlaupi. Einmitt, þó að sko hlaupið klúðrist á morgun, það skiptir ekki öllu máli. Þið eru allavega búin að njóta ferðalagsins og þetta ferðalag heldur alveg áfram þó að það komi eitthvað klúður eða kannski bara allt upp og það er það bara ennþá betra. Þú veist, þetta er svona
Já, það mjög hollt að horfa á þetta í víðu samhengi en ekki setja allt undir einhverja x daga á árið. Og það er mjög mikilvægt að minna sig á það reglulega, eins og Andrea segir, þú veist, hún var að æfingu daginn og var bara, að gleyma sér í einhverju x æfingu, með sér bara í einhverjum x flyktum á einni æfingu, sko. Þannig að maður þarf að vera duglegur að minna sig á þetta. Og svo er náttúrulega mjög mikilvægt að út af því að þetta er langhlaup, þú þarft að verja miklum tíma í þetta, þá verður að hafa áhuga á því sem þú ert að gera. Það er ekki hægt að bara fara þetta alltaf hnefanum. Það er allavega að endist bara í einhvern x tíma. Þannig að áhugi er númer 1 og 3 og það gæti, já, það gæti ekki mælt meira með því en að ýta undir þennan faktor. Það er einn faktor á þessar glæru sem við eiga að punkta niður, það er bara áhugi að halda andanum upp. Og finna hvað það er sem að lætur ykkur finna skemmtilegt að hlaupa. Það eru mjög margar mismunandi leiðir. Einhver hlaupahópur hentar ekki öllum og einhver hlaupaplan hentar ekki öllum. En þú veist, ef að, kannski er það fjallahlaupin sem að henta ykkur eða já, finna svona hvað virkar fyrir sjálfa sig. Og það er eins og bara, við erum bæði mjög duglega að breyta prógraminu. Ef það er komin einhver smá leiði eða bara, já, kannski búin að vera 3-4 æfingar í röðu sem maður nennir ekki að fara á, þá er mjög mikilvægt að hugsa bara, ok, hvað langar mig þá að vera að gera? Þú veist, mér langar mjög ofta að fara bara upp á fjall og bara, það er engin æfing, ég fer bara og er bara eitthvað djöflast upp á fjalli og bara út í náttúrinu og njóta þess að vera þar. Og þá einhvern veginn svona næmar upp andanum eða þá að fá einhvern félaga með sér eða einhvern góðan hóp og ná upp andanum þannig, teika svona orkuna hjá einhverjum öðrum þegar hún er lág hjá manni sjálfum. Þannig svona að vita hvað það er einmitt sem að triggerar ykkar áhuga og nota það óspart ef hann er að detta niður. Ekki bara, ég verða að fylgja prógraminu, það er svona og skiptir engu máli þegar ég breyti einhverju 1 eða 2 æfingum. Og meðan samt bara komin í næsta punkt að halda þá stöðuleikanum. Það er bara hjútspartur að bara þetta ekki vera gett mótiveraður í viku og svo þetta alveg niður næstu vikuna. Og vera svolítið bara, ok, það komir í gang og taka 80 km í vikunni eða eitthvað, þú veist, og svo bara ganga 0 km á næstu viku. Bara hafa að gera 3-4 í viku eða hlaupa annan dag eða hverjum degi eða... Já, bara svona hvart þið eru stödd. Það skiptir mjög miklu máli að viðhalda þessum stöðuleika. Og til þess þarf áhuginn að vera til staðar. Þú erum búin að koma inn á félagskapinn. Þið eru örugglega öll hérna í einhvers konar hlaupahópum eða farið út með einhverjum félögum. Bara halda í það. Það er ótrúlega mikilvægt og einmitt kemur manni rosalega langt ef maður er duglegur að gera það. Maður mætti alveg vera duglegri sjálfur. Oft þegar maður bara út er kannski að reyna að nýta einhvern glugga en maður er enga stund að senda skilaboð á einhverju nokkru og kannski kemst einn. Það er bara miklu skemmtilegra heldur en að telja niður mínúturnar á úrinu. Líka bara magna að bæðist í rólegsbakki, þá er það bara svona, þú bara hitta vinnin og spjalla. Og svo líka þú taka einhverja gæðaæfingu, þá er bara, mér finnst það magnað að vera bara segjum á 5 pace, einn, og svo ef það er einhver hliðin á mann að hlaupa vinnur, þá er maður alltaf bara á 4 pace og líður eins og þessi jafn erfitt og þegar maður er einn á 5 pace. Þess það er magnað hvað félagsskapurinn gerir mikið. Já, og svo eins og að segja á það, bara óhrætt við breytingar. Að bara, þú þarft ekki alltaf að fylgja planinu. Þú veist, planið er, þú veist, í fullkomna heiminum, en það er engin fullkomin. Þú veist, það er alltaf lífið sem að kemur og stundum er mikið að gera annars staðar í lífinu og þá er betra að breyta til þetta en að reyna að fylgja í hvert einasta form. Akkurat. Við glemdum að segja þegar við byrjuðum að þið megið endilega stoppa okkur á og breyta punkt eða spyrja spurninga og bara... Elskum spurningar. Já, þannig að ef það kemur eitthvað bara skjóta því strax inn. Ekkert að trufla, það bara að skjóta. Það þarf ekkert að bíða það til og... Þannig að við vitað því. Þá á kaffið. Já. Já, þetta er svona... Okkur langar svolítið að fara yfir brautina svona hvernig við upplifum hana. Og sjá sem fyrst hversu margir hafa farið áður. Okay. Margir sem að eiga helmingurinn eftir hann. Það er geggjað. Þetta er náttúrulega, já, leiðin þetta byrjar ótrúlega hratt. Þetta er bara götuhlaup til að byrja með. Það er það ekki alveg fyrstu 3 kílómetrar eða 2 kílómetrar? Það kemur svona einn kafli sem það er, Malbygg er kannski 3 kílómetrar, en það kemur svona smá kafli sem Kaðallinn er. Margir kannski það sem voru að sprang. Já, ekki fyrirgefiði. Það er Reykjavík. Já, það kemur svona
smá utanvegakafli eins og aftur Malbík þar sem að sviðið þannig að Dalurinn. Ljóðið. Akkurát, þannig að þetta byrjar mjög hratt og kannski passa sig að byrja ekki of hratt. Já, það er mjög góð regla að út af því þið eru öll með adrenalín og það verður örugglega bullandi stemming þegar við ræsum á morgun og það byrja allir of hratt en bara svona reyna að tempra sig. Það er of hratt. Og ef þú veist cirka þinn svona keppnishraða og horfir á úrið og ert að fara 30 sekúndur hraðar, þá ert að fara hratt. Svona einhvers konar viðmið. Eða bara ef þú horfir á púlsiðinn og hann er miklu hærri en hann ætti að vera. Vonandi með einhver svona smá viðmið og það blekkir svo líðaninn. Man líður svo vel þegar maður fer af stað. Adrenalínið er út allt, maður getur hlaupið í 2 kílómetra þannig, líður mjög vel og svo allt í einu ertu búinn að brenna allt of margar eldspýtur og þá ferðu að bíta þig í rassinn seinna í hlaupinu. Þannig að það er betra að tempra sig aðeins í byrjun og svo getur þú átt aðeins meira inni til lok. Get ég haldið þessum hraða eftir 15 kílómetra? Já. Ef maður getur sett sig í þau spor. En þetta er svona mjög góð spurning. Þetta er náttúrulega mjög einstaklingsbundið, sko. En já, það er alltaf í lagi að fara fyrstu 200-300 metrunum á hratt, en svo bara svona reyna að ná sér á sitt keppnispace eða keppnispúls. Svo erum við alltaf hlaupið þarna meðfram golfvellinum. Það er bæði svona gras- og malastígar. Þeir eru mjög hraðir líka, allavega svona í minningunni, það er enda 2 ár síðan ég tók þetta. Svona rúllandi svolítið. Já, svo kemur að sandinu í fjörunni. Það er svona kafli sem ég mæli ekki með að reyna að fara of hratt. Bara ekki spóla í sandinum, setja eitthvað kraft og taka fram á fólki þar. Reynið frekar að vera létt á fæti, stíga á steina eða svo eitthvað mottur eða voru allavega einhvern tímann, vonum við þetta á. Það er mjög þægilegra en svo er svona einhver kafli sem er ekki mottur og þá er svo að sökkva í sandinum. Þá er betra að taka aðeins minni skref og reyna að vera svona léttur á sér og svona. Já, reyna svona komast í gegnum hann, fljóta í gegn. Já, akkurát. Svo er það uppáhaldspartur allra stórhæður. Það er eftir 8 kílómetra, þá ættu allir að vera búin að stilla sinn hraða af og svona ekki spóla í sandinum og allt þetta. En þá kemur 100 metra hækkun yfir 1 kílómetr, ég held að það sé rétt. Svona grasstígar, þar sem maður bara leyfa sér að labba. Algjörlega, bara fara þar upp á þess að púlsinn fara upp úr öllu valdi og ekki steikja alveg á okkur lærin þar. Svo kemur mjög skemmtilegt niðurhlaup þarna niðurstokkaðan og það er enda mál að minnast á það. Það er alveg þarna á suðaustur hluta stokkaðans er svolítið svona bratt niður ef að fólk er lofthrætt eða eitthvað, bara fara rólega þar. Svo getið þið alveg farið að gefa í leið að þið komið yfir þann kafla. En þó að það sé mjög gaman að mynda að hlaupa niður af stórhöðunum, þá tekur á móti manni þessi helvítis andlega brekka þarna. Þannig að Malbíkið. Við skilum hvað getið alveg þannig að það er bara betra að nafna hana. Já. Hún getur verið alveg brútal og eiginlega meira brútal enn stórhöðun. Hún er bara bein og bara endar ekkert. Svona bara vegur, Malbík og frekar bert. Þannig að það getur verið mótvindur hana, nýbúin stórhöðan, heldur þessu tíma brekkuna, þá kemur eiginlega erfiðar. Og hún er líka svo pirrandi halli. Hún er svona, þú átt að hlaupa þarna upp en þið langar það ekki og langar samt að fara hraðan þú ert að gera en það er alltaf erfitt og þetta er bara svona, þú býðir bara eftir hún stoppið. En svo kemur mjög skemmtilega partur þegar hún er búin, þannig að ekki örvant. Við ákveðum að kalla það skemmtilega kaflan en það var auðvitað að fara gegnum andlega erfiða kaflan og þú veist það kemur skemmtileg kafli en þú veist þetta er allt hlaupið er náttúrulega skemmtilegt og þetta er kannski ekkert skemmtilegur kafli en einhvers staðar annars þar í hlaupinu. Jú, en kemur þarna svona aðeins niður og við og eitthvað í grasastígum og... Já, og geggjur stöð þarna eftir 15 kílómetra drykkjastöð. Já, kannski má minnast á það, það er eftir 10 kíl, já. Er ekki eftir 5, 10, 15? Jú. Ekki rétt? Já. Þarna, sem sagt, þetta er þarna í beginni þarna. Mjög góð reyna. Ég veit ekki, við kannski fáum einhvern sem að þekkir öll örnefni betur til þess að útskýra brautina en þetta er allavega eftir dauðabrekkuna þannig þá kemur skemmtilegur svona graskafli að næstu drykkjastöð. Það er alveg gott að stoppa aðeins og fylla á út af því að svo er það að fara í hraunið. Og það er alveg svona
Já, það svolítið svona sketchy partur. Já, getur við svolítið spól, eða svona laust, bara hraun. Það kemur fyrst svona smá hraunkafli, en svo kemur mjög hraður kafli, malbyggi bara niður, svona gata niður, þar sem að klána alveg bara svolítið bomba á það, alveg að vera búinn, og að því að svo kemur aðal hraunið í restina sem bara mjög tæknilegt. Og þú skalt ekki bomba á það þar, Þú talar á reynslu? Ég tala á reynslu. Já, það hafa bara margir lent upp á slysó í því hrauni, þannig betur að fara að nota frekar slétta malbyggið í að fara hratt og svo fara aðeins varlega. Þú var það fyrir 2 árum sem þú lentir í hrauninu. Já, þeir eru með myndið á næstu glæðinu. Já, það var mjög góð saga þegar þú fórst upp á sjúkrahús. Það var bara eins og eitthvað blóðbað. Það var bara fólk þar sem að... Ég labba af sjúkrahúsinu búið að sauma spor á mig og svo bara mætti maður nokkrum bara eitthvað, allir út í blóðið bara. Þannig ég var ekki svo eina. Þannig að bara passið ykkur þar, við erum ekki að hræða ykkur en bara svona, það gott að vera vakandi á þessum kafla og ekki alveg, vera svona full í penning þegar þú ferð hann í gegn. Læknirinn var sem var að sauma mig, hann var alltaf að hringja og segja það annar búinn að bætast þig í hrauninu, annar komin úr hrauninu. Ég ætla ekki að skrá mig á vakt aftur daginn sem var perfekt. En þetta mjög skemmtilegur kafli, þetta ekkert eitthvað... Þetta uppáhaldskafli minn, Já, þetta mjög svona, það gaman þegar eitthvað tæknilegt, þú þarfst að passa þig og vera enda á vakandi og með okkur. Akkurát. Það svo kafli á kortum. Þetta ekki hérna? Þú búið að segja. Já. Hérna. Og hérna. Í þessu bláa? Já, þetta hérna aðalhrauninu. Bláa, þið láta að fara hægt. Þarna átt að fara hægt. Þetta bláa. Sem bara í hrauninu. Þannig veit þetta eins og þið viljum. Bara bomba á þeim. Þegar maður verður samt að... Akkurát. Maður getur alveg gleymt sér á kringu sig, sko. Já, einmitt. En þetta líka svo fallegt við fjallahlaupin. Þegar maður fer í gegnum svona kafla, þá fær maður bara svona algjöra núvitund. Þú getur ekki að hugsa neitt annað. Nefnum bara næsta skref og svo allt í einu ertu bara komin í gegnum einhvern kafla. Þannig að þú getur ekki verið að pæla einhvern. Þú ert ekki að tala með einhvern þarna, þú ert bara í hrauninu og svo allt í einu áttu bara að lokasprautin eftir. Þannig að það mjög gaman, eins og ef að hraunið væri upp all úr dauðabrekkuna, þá væri hún miklu skemmtileg. En í staðinn eftir bara að horfa á bara endapunktinn og þá væri hún miklu erfiðari. Þannig að hraunið alls ekki erfiðast í kostum. Ekki andlega alltaf. En kemur þegar maður orðinn þreyttastur, þannig að það bara aðsynast. Akkurát. Voru lítið við? Það var bara lokaspretturinn, þar sem að maður bara klára allan tanginn og bomba í mark. Það verða veitingar hérna í boði. Eitthvað svaka veitingatjaldið ekki hérna á... Það verður ábyggjum þarna á nýja Viktorsdóttir. Já, einmitt. DJ Doktor Viktor. Já, geggjað. Það DJ sem tekur á móti ykkur þarna. Það var bara rétt nokkra myndir, bara til að sýna svona fjölbreytt undirlag. Þetta bara komin úr dalnum, malbygskaflinn búinn og komin á völuna. Svo þetta Kjaran góða, þetta á kilometer 7 cirka. Svo sjáum við motturnar. Já, og eftir það tekum við stofhöfðinn og við erum að halda á rauninkonum mín í Andleifabrekkunni. Ég var fann breytið í Dauðabrekku. En Andleifabrekkan gott, það betra. Og svo þetta bútur á hrauninu, það sýnir kannski smá hvernig spól þetta og bara þetta oftast hraun. Hér sjáum við Andreu komið margt eftir hrauninu. Hún sagði það ekki bara sér, hún talaði hana, og svo 17 spór. Og ennþá flottar að ég var handað brotinn fyrir. Ég svona. Já, hérna svo næringarplanið okkar, ákvæmum að fara aðeins eftir það. Ég semst að reikna með að bara byrja strax á morgun að drekka kolvetnadrykk, 90 gram á kolvetnum í 500 millilítra, bara strax eftir morgunmat, bara svona dreipa á hann frá hann hlaupi og taka svo koffíngél, 30 gram hérna á ráslínunni, eða rétt fyrir hlaup. Svo ætla ég að hafa 3 gél með mér í hlaupinu og 2 með koffín, 1 venjulegt
og ég að pæla í svona litlum 250 ml brúsa. Bara svona ef þetta hjálpar einhverjum, þá langar okkur að koma með næringarplan. Þetta alveg svona að skrúa svolítið upp í topp. Það þarf kannski ekki allt þetta, alla þessi orku, en ég vil hafa möguleika á henni. Og svo byrjaðum alltaf, Já. Ég er miklu lengur í auðvitað þannig. Já, akkurat. Þetta akkurat, en ég svona, þá bara getur við bætt ofan á við hvern hálftíma í rauninni. Ég reyna ekki að segja bara gel á 20-30 mínúta fresti og svo 3 drykkjustöðvar þar sem þú getur verið. En svo líka bara ekkert að því að vera með vesti. Við fórum að vera með vesti, en sérstaklega þegar maður fyrir að vera meira en 90 mínútur bara geggjað að vera með vesti og vera þá með kolvetni í drykkjabrúsunum. Ég nenni aldrei að hlaupa, hann öðru sinni, hún finnst geggjað að drekka vatn, þannig að hann ofta að hlaupa vatn. En ég myndi alltaf vera með bara kolvetni í drykknum mínum, svo geggjað að taka næringu inn svoleiðis. Þannig að þetta náttúrulega bara, þetta mjög einstaklingsbundið hvað fólk vill hafa, en aðalmálið að koma inn einhverju X-tölu kannski á klukkutíma. Þannig að, og það fer rosa mikið eftir hvað búin að vera duglega að æfa þetta og bara þekkið ykkur hvað þurfið og hvað á lítið og hvað á mikið, bara einhvern milliveg. En við myndum kannski ekkert vera að prófa eitthvað glænýtt á morgun, bara alls ekki. Eftir að tala þetta bara keppnisdagur, en þú byrjar náttúrulega í dag. Já. Þú varst að kaupa kanilsnúðinn á leiðinni. Já. Auka kolvetnin í dag líka bara allt í góðu. Já, algjörlega. Mælum með að karflóta vel í kvöld. Borða eitthvað pítsu eða pasta eða eitthvað þannig. Allavega ekki kjöt eða prótein í kvöld. Gera það frekar eftir keppnina. Þannig að við mælum mjög mikið því. Eða ég held það. Já, mitt plan bara mjög svipað. Það verið rétt fyrir start og svo bara 2 venjuleg, 7 og svo 14 km og fyrir vatna og drykkjustöðvar. Það mjög gott að nota þetta, það koma náttúrulega mjög þétt, eða þú veist 5, 10, 15, þannig að maður þarf mögulega að sleppa yfir brúsanum. Þú veist, maður getur alltaf gripið sér smá vatn. En svo það bara ferlegt með þessi glös, þú veist. Ef maður að hlaupa upp og grípa sér glös, þú veist, ég fæ svona hálfan sopa upp mig, en það er kannski bara að stoppa það og klára glasið. Já, akkurat. Betra. Líka bara mjög gott að vera með vesti. Já, það er mjög mikilvægt að hafa allavega nægan vökva. Það er alveg mjög mikið líkilatriði í þessu hluti. Þannig að farið af stað með meira og þið sprautið þú bara frekar úr brúsann. Það er ekkert mál að losa sig við. Það er erfiðara að vera vatnslaus eða orðlaus. Einhverjar spurningar út í þetta eða kannski? Já, nokkrir punktar svona bara almennt fyrir keppnislaup. Prófa ekki neitt nýtt. Við erum að æfa allt sem þið ætlaði að gera á morgun og kannski fyrir sent að fara að æfa það núna en þá ekki prófa allavega að bæta inn einhverju nýju. Náttúrulega bara að minnka æfingaálagið vikunum fyrir til að vera ekki dauðþreytt. Allavega ef þetta ykkar aðal keppni og ykkur langar að taka vel úr ykkur á keppnisdegi þá er mjög gott að sýna keppninu þá verði eitthvað að vera svona útkvíldur þegar þú fer af stað. Og svo bara alltaf munu njóta. Bara mjög mikil forréttindi að fá að taka þátt í þessu. Geta verið hérna með, hvað eru það, 1300 og eitthvað skráð? 1600. 1600? Já, sín. Það veit að vera 10%. Já, en þú veist, það er bara geggjað. Þetta er náttúrulega algjör hátíð og eins og við opnum náttúrulega bara á að þetta er svona, hvað maður segja, þetta er smá svona hleypa á belgjum út á vorin dæmi. Þetta eru allir hlauparnir komnir að sína svona formið sitt til eiga. Þetta er alltaf svona, já, fyrsta hlaup, fyrsta keppnis. Þetta er að borga fyrir að vera hérna, þannig njótið þessi brautin, ekki vera bara oh my god, þetta er erfið, þetta er bara, það ára gaman líka. Og síðasti punkturinn, það þarf ekki alltaf að fara all out, þetta er svona mest hugsa sem líka bara, sumir núna eru náttúrulega bara keppnislaup hverja einustu helgi í boði og þú veist, það er allt í lagi að taka þátt í þessu, þetta er bara geggjuð æfing og gaman að taka þátt. En kannski velja sér, þú veist, 3 eða eitthvað stór keppnislaup þar sem þið langar að taka bara kolvetnahleðslu all in dagana fyrir og bara hafa bara allt tip-top og bara fara all out og vera kannski smá stressaður en leyfa sér líka bara að fara velja sum hlaup sem þú ert bara að fara að njóta og þú veist, þetta er náttúrulega bara, sumir eru svona erfitt að finnst erfitt að fara í eitthvað hlaup og vera, þú veist, ég hefði getað að fara hraðar en þú veist, það er enginn að pæla í tímanum hjá öðrum. Þetta er bara fyrir sjálfa þig, þannig að þú farir hálftíma hægar en þú gætir, þá er þetta bara geggjuð æfing og skemmtilega heldur að fara stundum eitthvað einn út að hlaupa, bara skrá sig í eitthvað keppnislaup og taka það bara sem
Já, Góð æfing. það vantar alveg ekki félagsskapinn í þessu hlaupi. Það verður fullt af fólki í brautinni. Og svo setti ég þessa mynd inn, bara ef þú viltir koma með sögur, eða það þarf ekki að segja frá þetta mjög góð saga. Það líkti við Sigurjón Við eftir erum líka að tala um að fara varlega í hrauninu, svo setjum við þessa mynd. Við fórum mjög varlega í þetta. Þetta var alltaf geggjað þetta var þarna COVID-árið þegar það var startað í Hólum. Já, byrjaði þetta áfram. Já, og Sigurjón, hann var aðeins að æsa í mér þarna í startinu og færði með aðeins aftar í annað ráshól og var ræst með þetta í... Alveg óþekkt nafn. Já, það vissi ekki... Það byrjaði Þorsteins. Já, Sigurjón náði að dýra vel upp í mér þarna á ráslinni, sko. Hann alltaf var bara að reyna að hafa hröðustu hlauparna fremst og skipti þarna á mér og allir hlýni og svo þurfti ég að bíða í 15 sekúndur eftir að já, þeir voru restir fyrsta hólf og ég byrjaði bara að reyna að ná þeim bara eins rætt við gat og svo bara lífdi ég mig á Sigurjón. Ég vissi bara, ég ætla ekki að sleppa honum í þessu hlaupi, en ég man eftir þessu, eftir 12 kílómetra þá var ég ennþá með þér og Ingvari og vorum við þarna þrír fremstir, þá horfður þér tilbaka og sagðir, ég þarf að beðja afsökunar, ég veist ekki að það er svona góða formi. Við gerðum þetta við hlaupum. Við gerðum þetta við hlaupum, það var mjög vel gert. Þú vannst mikið hrauninu, þú kom inn á það. Já, það var mjög góð taktík. Ingvar var að leiða, við hlaupum eftir honum, svo þegar hann koma að hrauninu. Stendur og þeir til líka. Já, þá kemur Sigurjón og stingur sér fram fyrir okkur og ég einhvern veginn svona fattaði ekki að ég hefði náttúrulega átt að fara með þér, en ég lendi á milli. Ingvar var alveg búinn á því, þannig að hann hleypir mér svo fram úr og ég reyndi að pressa eins og ég gat í Sigurjón, hélt þér í hrauninu og þá átti ég aðeins mér á tanknum þarna á lokasprettinu. Já, það var grímur. Ja, þetta var geggjör, sko. Og svo náttúrulega bara, já, endaði þetta þarna á, hlupum upp svona einhverja brekkur, beint inn í, já, upp skansinn og beint inn í mark. Þannig að þetta var mjög skemmtilegt. Mjög góð minning. Takk fyrir þetta. Þannig að, en sko, Sigurjón mæði það, alltaf þegar hann er ekki sore loser, sko. Hann var fyrsti maðurinn til að peppa mann og taka mynda og bara, já, hrósa manni og óska mann til hamingju, sko. Þannig að ég kann að mynda það. Mjög gaman að fá að keppa við þannig menn. Tókst sálinu. Nei, ég tók hérna sálinn hans. En þetta var, já, bara búið til einhverja svona minningar. Það þarf ekki að vera einhver svona brjálið keppni, en bara einhverja svona skemmtilega minningar úr brautinni. Mælum með því. En ef ekki bara gíra okkur upp fyrir þetta á morgun. Ef ekki bara til í þetta. Ekki? Ef það er einhver spurningar, þá með ég endilega skjóta okkur. Bara hvað sem er, það er engin heimskuleg spurning. Engin? Ein spurning, eitthvað með stafi? Þetta vann ekki þessu löglega? Spurning stafi? Nei, bara hvað stendur hana? Sko, ég myndi kannski ekkert endilega mæla með því, en út af því að það er ekki það margar brekkur. En... Freka flatt hlaup. Já. En ég meina þeir myndu nýtast upp stórhöða og gætu nýst í hrauninu ef að fólk er bara óöruggt í þannig aðstæðum. En... Samt ekki. Nei, ég myndi sleppa þeim, sko. En... Ég er alveg samanlega, sko. Ég hef bara aldrei höfum stafi í þessu hlaupi. Ég var svona að reyna að finna einhver ástæðu til að taka hana, en nei, ég held ég myndi sleppa þeim. Það væri góður upp stórhöfða en væri bara pyrrandi að hlaupa með það á alltaf 18 kílómetrar annars, sko. Það væri ekki þess virði upp á hvað er gefið manni, sko. En góð spurning. Eitthvað varðandi eitthvað annað? Já. Það byrja 12. Hvernig eru það að borða það, þú veist, fram að hlaupum, tímasetja? Ég sem að bara fá sér morgumat 8, 9, eitthvað þannig. Stefn fyrir? Já. Bara eitthvað, ég ætla að fá mér bara rista brauð, smjör og banan. Sama hér. Það er bara mjög basic. Kaffi eftir það og Já. svo kannski einhver smá kolvetnadrykk og svo GT fyrir start. Já. En Öll heppin að vera komin hingað en ekki að sjóa eitthvað rétt fyrir start. það er mjög gott að sjóra. En já, þetta er góð spurning. Það er alveg, ég var einhvern veginn alltaf að tróða alveg í mig, þú veist, bara hafragrautur og 4 ristað brauð og bara leiðið ömurlega. En, þú veist, ég er búinn að vera að borða meira einföldum kolvetni núna allan í dag og aðeins í gær. Og það er bara allt fullt, þú veist, ég þarf ekki að fylla meira á byrðirnar.
Þannig að bara svona þannig að maður sé ekki svangur en ekki ofsattur. Það er eiginlega pælingin með morgunmatinn. Hafa morgunmatinn einföld kolvetni, ef þú ert vanur kolvetnum allavega. Ég er mjög vanur þeim og þannig að mér finnst mjög gott að fá mér þá bara 2 ristu brauð eða kannski 3 sniðar með það í gerðum. En bara þannig að það sé ekki ómikið í maganum þegar að orkan þarf að komast á sinn stað í keppnum. Mjög góð spurning. Það með skokkurnar, þetta er mjög fjölbreytt. Já. Ég myndi alltaf segja bara svona hröðustu utanvegarhlaupaskó sem þú átt. Að þú veist, þetta er utanvegarhlaup, en ég veit ekki, hefur Arnar mætt í alfaflæði hérna? Nei. Jú, ég held það. Þú kemst alveg upp með að vera sléttum skóm, þetta er ekki þannig. En ég myndi alltaf segja, ert þú líka í vekturpróf? Já. Þannig við erum bæði í vekturpróf sem er utanvegarhlaupaskór með karbónflötu. Og ég myndi alltaf ráðleggja eitthvað slíkt. Já. Að þú veist, einmitt, í hrauninu þá vilt alveg verið með grip utanvegarskónum, en samt er þetta hljóðbrauð sem er bara... Já. Og þannig stutthlaup og þetta ekki vera mikla deppu, þannig að mig að vera bara léttir og hraðir. Ég var alveg að pæla hvort það væri þessi North Face Vector Pro skór væri svona, bulky eða þannig. Og var að pæla að fara í einhverju tæknilegri, en þetta er samt bara það er svo fáir kaflar sem eru rosa tæknilegir. Þannig að þess vegna einmitt valdi ég þá. Það er alveg spurning það verið frekar í Salomon eða eitthvað, þegar sem eru oft svona í halla kannski eða eitthvað svona í grasstiðinu og svona. Þannig að vera með eitthvað sem eru mjög þéttir almanni líka. Já. Það er gott, sko. En þetta er náttúrulega mjög einstaklingsbundið líka, en maður þarf ekkert einhverja svaka dempun í þessum hlutum. Þú veist að hún er Meira út í marketinginu á malbyggjum. Já, akkurát. Það er samt mjög fjölbreytt. Mjög fjölbreytt, þannig að þetta þurfa að vera skór sem höndla margt. Já. Algjörlega. Það er mjög gaman. Það spurði í klæðna, ég sá okkur í sjónvarpinu í gær og það var svona rosa illa klætt. Það er bara áhengt fyrir þokur. Það var kallt svona, sem og góð. Sko ég þekkt að vera svo heiðfegnast á æfingu. Ég er alltaf bara, vil helst vera á toppnum og styrbuxum saman hvernig veðrið er. Ég er bara hittna ótrúlega við áreynslu. Og veist, það er bara gott að vera léttklæddur, sko. En þetta er bara ótrúlega persónubundið sem við viljum vera í jakka á meðan, sérstaklega þegar ég var í Kenía, ég var með smá fyrirlestur það og sýndu myndir af þessum bjugguðaðan og fleiri voru sem bara jakka á meðan ég var bara á toppnum. Þannig að þetta er mjög persónubundið. Það er sama hér, ég hittna mjög hratt sem er ekkert frábært, þú veist, ég væri alveg til í að vera frekar, geta bara klætt af mér. En þú veist, já, bara geta verið í fleiri flingum. Það er erfiðar að klæða af sér hittan eitthvað. Þannig að, já, þú veist, mann var ekki kalt í Laugaveginum þó að væri, það mættilega verið að horfa á Laugavegsmyndina, já. Þannig að þó að það hafi verið, þú veist, vindur og eitthvað, koma kannski einhverju smá parta, en það er samt ekki þess virðis að vera í einhverju jakka eitthvað út af þá bara svitnar maður endalaust og kemur svona, það hjálpar mann ekki. Eða þú veist, þá verður ég að tala fyrir mig, en svo er bara, þetta er svo misjöfn, svo eru aðrir sem er bara alltaf kalt. Þá myndi ég klárlega mæla með að vera í einhverju, þú veist, nota ermar. Já, það tengist ég ekkert endilega, sko, bara líka bara einhvern veginn ennarskiptin í líkamann, sko. Þú veist, það finnst koma að vera bara, þú veist, í tanktopp bara svona létti og svo vettlingar sem stöður í Íslandi. Já. Þú veist, ofta er gott að vera svona laus, en það er kannski kallir út eftir sem ég allavega. Já, vettlingar og getur stýrt hittanum svo mikið þar. Það er auðvitað að taka það af og halda bara aðeins á þeim eða setja það í vasan. Stuttbuxur og háir sokkar. Einmitt. Það er mjög góð bæring. Eitthvað fleira? Brennir á? Verða brauðið með kall og orkan á morgun? Enga cool-bet spurningar. Það er ný brauð þarna, þetta er alltaf brauð. Hver er þið? Já, það er alltaf ný brauð. Heyrðu, farðu að veðja. Ég er á hraða. Já, það er þessi spurning að fá breytingarnar á brauðinni. Það er segbrauðinu þannig þessa. Já. Þú gerir hann ekki að þessa. Hvað brauðið er? Ég er að báða. Sæliði, Magnús Brás heiti ég, Friðrik Bendiksson. Þeir eru svo undirbúningshópnum. Það eru nokkrar breytingar og við byrjum á því að við förum í kringum Laxey sem er nýtt fyrirtæki í Vestmannum. Áður fyrr fórum við hérna
inn að bryggja og tilbaka sömu leið. En nú svo margir að taka þátt og við reyndum að losna allar flækjur og allar slaufur. Þetta köllum út af botni. Við förum hringinn í kringum Laxey, sem breyting. Það lengir leiðina, þannig að við þurfum að stytta hann annars staðar. Við reyndum að vera sem næst 20 km, en brautin 20 km og 100 metrar í viðbót. Þannig hún lengri, en hún hraðari. Fyrir, bentum hún í þetta allt. Við sleppum þessari slaufu sem á myndinni. Þetta ekki leiðinni sem verður á morgun. Þetta gamla leiðin sem við sjáum myndin af. Þessi slaufa verður ekki. Þetta var malarslóði, erfiður, sem að spólaði. Þannig að við fáum malbygg í staðinn. Síðan kemur brúin inn á gólfvelli. Við förum ekki í brúna. Hún stíflaði brautina. Það voru margir sem voru argir þar. Lentu á eftir öðrum. Við förum á gervigrasmottu við gólfið. Það verður mjög vel merkt með litlum appelsínugulum fánum. Og þar með voru líka hraðari þar, þó hún sé lengri. Síðan ekki breyting fyrir hjá flugbrautarganginum. Þarna fórum við út á brún, hættulegan kafla í Lundabyggðinni. Það var alveg hætt að menn færu fram á brún, menn fór ekki gætilega. En við tökum leiðina núna frá brún og langt inn. Hún miklu hraðari þar og lókum það inn að krossi. Við fórum ekki inn að krossi. Við þurfum svolítið að klára hringinn. Það svona hleðsla sigur með við brautina. Við þurfum að klára það alveg upp á veg. Þegar þið komið upp á veginn, þar verður fáni. Þið farið í kringum fánan og beint til hægri. Áður hlupið upp að krossi, kringum krossi og tilbaka, sem hægt að stífli á morgun út af fjallgarðinum. Þannig að það verður brautaverð þar líka sem vísar ykkur. Þannig að það stytti leiðin á móti þessi Laxey lengdana. Annars er nóg breytt. Ég myndi segja að þó að bætist við 50 metrar við afbrautina þá eru möguleikar á brautarmynd á morgun. Já, það ekki saman hvað úr maður með. Friðrik segir þessi 40 metrar. 40? Já, ok. Ég fekk 20,150 metrar. Þannig að úrinn ekki alveg að setja það saman. En það er keppni morgun. Fyrsta skipti sem Hlynur Andriðsson, Vestmannaeyingur, tekur þátt í Papperön. Ég held þetta sé fyrsta utanvarhlaupið hans, ég þekki kannski betur, Sigurjón. Og hann var að æfa sig á þann, hann er mjög peppaður. Hann segist taka Þorstein og Arnar á malbygginu en hann kvíðir fyrir utanvegar. Og þannig að þetta verður rosalega skemmt ekki. Það er vont að missa Sigurjón, hann er meiddur í jakka. Sárt að missa hans, Sigurjón og Símon er búin að hjálpa okkur uppafi. Ég hef mikið þátt í þetta hlaupið kom svona langt. Og þegar maður tala hraun-kaflan á þann, hann var svo duglegur á Instagram. Alltaf setja þegar hann var að æfa í Vestmannaeyjum, setja það á Instagram. Og hann hljóp hraun-kaflan með síman og talaði. Þannig að þið þurfum ekki að kvíða meira en það. Já, myndað þetta að fórstum svo fram. Kaflinn, hann er mjög þurr núna, hann er mjög sleipur. Það er mikið spól, þannig að það er bara varlega hana. Er eitthvað spurningar varðandi brautina sem við getum klárað að það halda áfram? Er það bara gullskór þetta árið það? Ég mæla alveg með því, það er náttúrulega ekki miklu betur sem þú sagði áðan. En götuskór, grófi götuskór er allt í lagi. Líka, glemt já, takk fyrir þetta. Og líka glemt að segja að það er hægt að segja betur sjá leiðina á hann að hlaupa dagskrá. Það er vídeo af bara maður að hlaupa með það kameru allan hringinn. Það bara hægt að horfa á sinnum 2 spýt og bara þá sérðu nákvæmlega að þú sjá enda betur. Það norska verður mótum að taka nýja aftöku og setja svona stað með nöfn inn á. Svo var líka að droppa hlaðvarp á hann hjá Snorra.
sem sagt Puffin hlaupið og hvað það ótrúlega sterk keppni, sérstaklega karlamegin sem verður mjög spennandi að fylgjast með. Það ekkert spennandi að penna mig? Jú! Það þarna ég, Guðlaug Edda og Elín Edda og Sigþóra. Þannig... Sigþóra nær, sko, já, þannig... það verður líka spennandi. Þetta verður bara geggjað. Bara ef það einhverjar fleiri spurningar, endilega koma með þig. Mjög gaman að svara. Ég hef ekki hvað hvort það séu einhver tímar á mig á gröndin. Já, fleiri. Leikum það að áður þegar farið 1,5 tíma stórhöða. Þú mátt bara vera 3 tíma, þannig eftir 10 þá stoppum við fólk. Svo var það svo sárt, þegar fólk var að koma bara rétt rúmlega 1,5. Þannig við breyttum því í fyrra. Þegar við fórum með 18,4 sem var þarna stoppa brautavörðurinn eftir 2,45 og þú færð ekki að fara inn á Grófarhraunið ef þú ert ekki komið þar. Ég lenti við á konu fyrir 3 árum sem var að örmagna og fór í sveinið og örmagnaðist þar. Og björgunum fyrir eftir að sækja hana í verstu aðstæður. Þannig að við leyfum ekki fólki sem ekki standið til þess, en það fær að klára. Við beinum að fara bara til hægri eða til vinstri frá okkur sér og kemur í mark eins og allir aðrir fyrir skansinn. En þú veist með tíma 3 komið eitthvað vesmar. Tímamarkin eru frýr. Ef það engar fleiri spurningar, þá bara þökkum við fyrir okkur en Góða skemmtun á morgun. Já, það er gaman. Hvað heitir það?